Og þá kemur að þessum tilfinningum, valdi kannski, að taka bara ákvörðun það að einhver einn flokkur, hann á bara engan áheyrnarfulltrúa í nefnd. Og við gerðum þetta í Garðabæ, við tókum bara þessu ákvörðun. Og það liggja einhverja ástæður fyrir því. Og þær eru svona tilfinningalegar, samskiptalegar. Nú Reykjavík tók það ákvörðun að Framsókn væri ekki stjórntæk eða eitthvað í þá veru. Og meðan þetta svona frjálst, þá koma upp svona mismunandi sjónarmið. Og það má alveg gagnrýna það. Það stýrist hjá okkur af þessu tilfinningum og reynslu af samskiptum. Við treystum ekki viðkomandi, sjáum ekki ástæðu, akkur ættum við að gera það. Það er ekkert fallegt að segja þetta við verum að tala um lýðræði. En svona er þetta. Kannski er þetta líka það að segja, eigum ekki að hafa einhvern aga á umræðinni og hvernig við förum fram við hvort annað, gagnvart fjölmiðlum, eru minnihlutaflokkarnir eða þessi flokkur eða hinn flokkur bara í því að skapa tortryggni og reyna að finna spillingu eða dreifa einhverju. Menn verða kannski bara þreyttir á því að standa í svoleiðis pólitík og segja, við viljum ekkert með þetta að hafa. Við ætlum ekkert að taka þátt í þessu. Maður hífa okkur upp fyrir þetta. Já, það má alveg gagnrýna þetta.